Þá komið að þriðja og síðasta hlutanum úr öðrum kaflanum úr Maður og náttúra. Stöðuvötn eru gríðarlega ólík eftir því hversu stór þau eru það djúp, en á Íslandi má finna 9000 stöðuvötn sem eru stærri en hektari. Hektari er svæði sem er 100 metrar á kant ef það er reglulegt, en stöðuvötn eru það nú sjaldnast. Vatnið í þessum stöðuvötnum er misþungt eftir hvað það er heitt eða miseðlisþungt. Það er þyngst við 4 gráður, þannig að vatnið á botninum í djúpum stöðuvötnum er alltaf 4 gráður, en vatnið sem er nær yfirborðinu, það breytist eftir yfirborðs eða umhverfishitanum, hvað er heitt úti. Stöðuvötn á Íslandi eru mismerkileg. Mývatn er sennilega merkilegasta stöðuvatn landsins, en megin ástæðan fyrir því hversu merkilegt Mývatn er hver fjölbreytt lífríkið er. Og það eru 2 megin ástæður fyrir því. Það er annars vegar hversu grunnt vatnið er, sem gerir það verkum að sólarljósið nær alla leið niður á botn, og því fer fram ljóstillífun ekki bara fram í yfirborðinu heldur líka í öllu vatninu og alveg niður á botn. Og eins og við lærðum í fyrsta kaflanum, þá eru frumframleiðendur, lífverur sem geta ljóstillífað, búið þannig til fæðu efni fyrir sig sem verður svo líka fæða fyrir aðra lífverur. Það er grunnurinn að öllum fæðukeðjum, og eftir eins og við erum með meira frumframleiðendum, þeim mun meira getum við verið með öðrum lífverum ofar í fæðukeðjunum, og það er nákvæmlega það sem á við hér á Mývatni. Hér er gríðarlegt fuglalíf og mikið af alls konar lífverum. Hin ástæðan, sem sagt vatnið er grunnt, hin ástæðan fyrir þessu lífríki er að það er jarðhiti og eldvirkni í kringum vatnið sem að veitir mikið af steinefnum út í vatnið sem er næring fyrir alls konar lífverur og sérstaklega fyrir þörungana sem eru að ljóstillífi í vatninu. Einn af þessum þörungum er svokallaður kúluskítur. Þetta er þörungur sem má einungis finna, þetta er ákveðið vaxtarform á ákveðnum þörung, og þetta vaxtarform hefur bara fundist í 2 vötnum. Einu vatni á Íslandi, Mývatni, og svo vatni í Japan. En því miður þá hafa orðið breytingar í Mývatni sem gerir það að verkum að menn hafa ekki fundið þetta vaxtarform nú í nokkur ár, en vonandi á það eftir að lagast aftur, en tíminn verður að leiða það í ljós. Þingvallavatn er annað merkilegt stöðuvatn, það er stærsta náttúrulega stöðuvatn landsins. Þingvallavatn myndaðist undir lok síðustu ísaldar þegar ísaldarjökullinn hoppaði hérna í burtu og skildi eftir holu sem fylltist svo af vatni. En það eru 3 tegundir fiska sem lifa í vatninu og það eru allar verðar svona nokk síðan vatnið myndaðist. Ein af þessum tegundum hefur þróast yfir í 4 mismunandi afbrigði. Það er stundum talað meira sem 4 mismunandi tegundir, en það hafa þróast í mismunandi tegundir vegna þess að þær lifðu á mismunandi svæðum í vatninu og voru að borða mismunandi fæðu. Þess vegna hafa þær lagað sig að mismunandi fæðu og eru orðnar tiltölulega ólíkar. Þetta er mjög óvanalegt að 4 tegundir myndist í ekki stærra vatn en þetta. Þetta er vel þekkt í stórum vatnum, en að sama tegundin þróist yfir í 4 tegundir eða 4 afbrigði er frekar óvanalegt. Eins og ég sagði áðan, þá er vatnið eðlisþyngst við 4 gráður. Það þýðir að á botninum er það 4 gráður, en á sumrin er það hlýrra fyrir ofan, á veturna kaldara, allavega hér á Íslandi. Þá myndast svona lag á milli, þannig að þá verður ekki mikil blöndun. En á vorin og haustin þegar vatnið er að kólna eða hlýna, þá verður blöndun og þá hrærist mikið á súrefni í vatnið og líka næringarefnin fara á ferðalag, og þetta gerir vatnið mikið næringaríkara og þá fara að vaxa í því lífverur eins og til dæmis þörungar. Hafið, sem er 2/3 hlutar af yfirborði jarðar, geymir ótal margar lífverur. Flestar þeirra lifa á grunnsævinu, hérna við strendurnar og á því svæði þar sem að sólin næra einhverju leyti niður á. Því þar eru ljóstillífandi lífverur. Það eru miklu færri lífverur sem lifa á botninum. Sjórinn er saltur, meðalseltan er 3,5%, en saltur sjór er þyngri heldur en
ósaltur eða minna saltur sjór, þess vegna er sjórinn hérna á botninum á hádjúpbónum, hann er heldur saltari. Þar sem að stórar ár renn út í sjóinn, þar blandast ferskvatnið sjónum og minnkar í raun og veru saltuna af því að það kemur meira vatn og það köllum við ísalt vatn. Við Ísland eru gjöful fiskimið. Það er vegna þess að hér mætast heitir hafstraumar, Golfstraumurinn sem kemur frá Mexíkuflóanum hérna upp Atlantshafið og kaldir hafstraumar úr norðri. Kalt vatn er þyngra heldur en heitt og því sekkur vatnið hérna. Við það verður mikil blöndun bæði á súrefnum og næringarefnum og þetta er grunnurinn að gjöfulum fiskimiðum í kringum Ísland. En það er mismunandi eftir árstíðum hversu mikil blöndun þess er og það er fiskarnir þeir synda í kringum sumir hverjir í kringum landið eftir og eru á mismunandi stöðum eftir árstíðum. Það lifa 280 tegundra fiskum í sjónum í kringum Ísland en við erum að veiða tiltölulega fá af þeim, hér 10%. Þetta er þorskur. Þorskur er svo fiskitegund sem við græðum mest á að veiða í raun og veru. En vegna breytinga í sjónum þá er að verða breytingar á hvaða fiska við finnum hérna. Þessi hérna, þetta er makríll. Þetta er einn af þeim fiskum sem við erum farin að sjá í kringum Ísland bara núna allra síðustu árum. Hér var ekki makríll fyrir ekkert svo mörgum árum síðan en af því að sjórinn er að hlýna þá er hann farin að sækja norðar. Í gegnum aldirnar hefur náttúran breyst gríðarlega. Eitt sinn voru svona þríbrotar ráðandi tegund á jörðinni eða ein af þeim, þeir lifðu í sjónum en fyrir 245 milljónum ára urðu gríðarlega breytingar og þá hvarf 80% af öllum dýrategundum í jörðinni, þar á meðal þríbrotarnir. Þá myndaðist gat sem að risaeðlurnar fylgdu svolítið inn í. Þær hurfu svo fyrir 65 milljónum ára, þá myndaðist gat sem að spendýrin fylgdu inn í. En bara á síðustu 1000-2000 árum eða svo þá hefur maðurinn haft gríðarleg áhrif á umhverfi jarðarinnar og maðurinn er svolítið að laga umhverfið að sínum þörfum. Hér gæti hafa verið skógur eða slétta en þegar skógurinn var ruddur eða sléttan plægð upp að þá hverfa lífverurnar sem að lifðu hérna, bæði plönturnar og dýrin. Ef þar geta fært sig yfir á eitthvað annað svæði þar sem er lífsvæði sem að hendar þeim, þá gera þær það. En í mörgum tilfellum er það ekki í boði og þá bara deyja þær út á þessu svæði og heilu tegundirnar geta dáið út af þessu. Breytingar í landbúnaði bara á síðustu 100 árum hafa orðið gríðarlega miklar. Hér má sjá til dæmis breytingun á því hvernig menn slá gras á síðustu 100 árum. Það er innan við 100 ár síðan menn slógu gras svona á Íslandi og ekki er þetta nú öflug sláttuvél þó hún sé öflugur en þetta en svona eru öflugustu sláttuvélarnar sem menn nota á Íslandi í dag. Sama má segja gamlar og nýjar dráttarvélar, kannski ekki margar svona dráttarvélar í notkun á Íslandi en það á eftir að breytast og kornrækt er orðin svolítið ólík því sem hún var. Það er tegundir eða þau svæði þar sem flestar tegundir er að finna er annars vegar kóralrif og hins vegar frumskógur. En bæði þessi svæði eiga undir högg að sækja. Regnskógarnir eiga undir högg að sækja vegna þess að menn er að höggva trén af því vantar tré til þess að smíða úr eða í pappír. Eins vegna þess að menn vantar landsvæði undir landbúnað, annars vegar undir ræktun eða undir beitiland og þá er skógurinn annarkvort höggið niður eða hreinlega brenndur og þá tapa þær lífverur sem að lifðu í skóginum eða þeim hluta skógarins lífsvæði sínu og þurfa að færa sig annað. Á kóralrifunum er að verða breyting vegna þess að sjórinn er að hlýna. Þá er kórallarnir erfiðara uppdráttar og það eru lífverur sem að borða kórallana sem þeim er að fjölga, þannig að kórallarnir eru að hverfa. En þeir eru skjól og fæða fyrir gríðarlegar margar tegundir og það er hvergi í sjónum fleiri tegundir að finna en á kóralrifum. En þá er þessum hluta lokið.